og ég hugsaði bara með mér já, ég ætla bara að dópa mig í klessu og og það gekk mjög vel og ég var komin á ógeðslegan stað og og ég man að ég satt með 22 kalibera skambissu, svona 6 skota eins og þið sjáu í kúrikamyndunum og vinur minn í styrtu og ég sit með byssuna og ég búin að kokka upp á henni hamarinn og veistu, ég að fara að negla mig í hausinn sko og þá hringir yngri bróður minn í mig og fyrir einhverja fáránlega þá ákveði ég að taka símtali og hann tala mig niður að því. Sagður honum hvað þú að gera? Já. Og það bara nefnilega því miður sko, þá sit ég í svona viðtölum og segi þetta allt, ég veist að bara ég á rosalega erfitt með að þegja yfir svona skilur, og það líka ákveðin bara svona græðing í því og fólk veit á hvaðan ég kem. Og líka bara að þetta svo gott að heyra og þetta svo mikið hugrekki að segja frá þessu því að þú veist, það eru miklu fleiri en maður veit sem að eiga svona moment eða svona augnablik og bara myndi aldrei þóra að segja frá því af því að þú veist, en þetta mjög gott að heyra, skilur en það eftir svona opinberun þá líka að leita til manns kannski fólk sem að kannski engin annar nær til, hver veit og að koma til manns stráka sem að að díla við þú veist, það einn til dæmis þekktur poppar í dag sem segir bara ég Einar Ágúst minna kynslaður og maður bara svona það sem ég skil eftir mig bara að vera ógæðu maður minna kynslaður og hann segir það bara enginn sem ég ekki tala við nema þú og það var bara ungi tónlistamenn þeir leita rosa mikið til mín með þetta vesen og þessi vandræði og það alveg ógeðslega gott að vera til staðar þess vegna ég líka að tala þetta en ég bara komin þarna í algjört öngstræti og þá bara lendi ég í 2 líkansárásum saklaus, verð bara á milli með 1 mánaða millibyrji bara brútal 2 líkansárásum og ég hef nú sagt frá þessi einhverju viðtölum að annarskipti var í saumar 24 spor í andlitið og í hinni árásinni vinur minn sem sagt drepinn á gólfinu við hliðina, hann bara blánar upp og hættir að anda og ég pumpaði hann lífi hann lifandi í dag sko, en hann deyr sem sagt á gólfinu við hliðina á mér og það var ekki nóg fyrir mig til að snúa við blaðin að vera lamin, þú veist, það geta allir lamið Einar Ágúst, svo oft skilur þú veist, það bara, ég hef ekki þannig ego að það skiptir mig einhverjum máli skilur, ég var lamin, ég verða sko að sína fuck that sko, en og ég þekki í árásunum alla aðilana sko. Já, sem að gera þetta. Já, þeir eru bestu vinir mínir í dag sko. Og bestu vinir mínir sko. Bestu vinir? Já, bara dásanlegi drengir og en það bara það gerist eitthvað innra með mér, eitthvað svona blubb, heyrðu, það bara þurfti eitthvað ég þurfti að finna nógu mikið til. Já. Og það þurfti að vera eitthvað svona alveg outraged hlutur eins og að verða bara, veist, ég gerði þeim ekki neitt, skilur, en þetta voru bara önnur mál sem maður var vel að leysa. Já. En lífið einhvern veginn, það eins og einhver hafi hugsað þarna uppi, hann bara að stúta sér. Það bara, hvað þarf til nógu mikið til þess að fá hann til þess að snúa við blaðinu? Og þannig að þessi hluti gerast einhvern veginn, og eins og reyndar sponsorinn minn sagði stuttu seinna þú náttúrulega bjóst í húsi þekktasta handrukkar á Íslandi rífandi kjaft og öllum vitlausum stöðum þetta hlaut að enda með því og var slamin sko. En það gerðist þarna í þessum tilvikum og og það bara klikkaði eitthvað innra með mér það bara ég gef þessu eitt séns að reyna ég reyni þetta líf aftur